Þetta Peter Gabriel lag sem heitir Sledgehammer hér á Suðurland FM á 50 degi, það 7. ágúst í dag. Sumar á Selfossi. Já, það var sett í gær og nú ekkert nema stór viðburðir framundan og þar má til dæmis nefna að Sirkus Íslands komin í bæinn og þau ætla að vera með nokkra sýningar núna yfir þessa hátíð sumar á Selfossi. Og Sirkus drottningin, hún Margrét Erla Mokk, hún komin til mín, hæ. Blessaður. Hvað segir þá? Ég segi bara mjög gott, svolítið þreytt eftir gærdaginn en þetta alltaf að koma. Tjaldið komið upp? Tjaldið komið upp, líka gott að spila Sledgehammer því við vorum alveg á sleggjónum í gær, þú veist. Nákvæmlega. Já, tjaldið komið upp og núna bara verið að setja upp ljós og svona, raða búningunum. Þetta ekki svakalegt batteri? Jú, þetta miklu meira batteri en við heldum þetta yrði í rauninni. Þú veist að það þú veist, við heldum bara já, við fáum þetta tjald og þá bara verður allt snillt. En svo náttúrulega þetta, þú veist, það þarf að leigja klósett og það þarf að díla við bæjarstjórnir og svona. Og en þetta allt mjög skemmtilegt batteri. Og hvað þið lengi að setja upp eitt svona tjald? Sko, fyrst þegar við settum það upp, við keyptum það frá Ítalíu og það kom engar leiðbeiningar með því. Já. Þannig að fyrst þegar við settum upp, tók það alveg 3 daga. En nú tekur þetta bara 1 dag. Já. Þannig að þetta allt að koma. Veistu hvað þetta stórt í fermetrum? 800 fermetrar. 800 fermetrar tjald, 13 metra hátt og mér skilst að moskan sem að eiga rís í Reykjavík sé sko 800 fermetrar en 12 metra hátt. Þannig að tjaldið okkar stærra en moskan sem alltaf að vera bilað út af. Glæsilegt. Sirkus Íslands, þetta nú ekkert, hann nú ekki gamall? Jú, við erum 7 ára gömul. Nú, já, það nú ekkert rosalega gamall. Já, svona, við stofnuðum okkur í kringum, það voru svona ókeypis sirkustímar sem hann Lee, sem sirkusstjórinn okkar, Ástrali, sem flutti hingað til lands eftir að hafa ferðast heiminn sem sirkuslistamaður, þá ákvað hann að verða ástfanginn á Íslandi, eina landi í heiminum sem ekki með neitt, neina sirkusmenningu. En hann var ástfanginn á skemmtistænum sirkus og ákvaða svona aðtöku hvort það væri til eitthvað fólk á þessari eyju sem hefði áhuga á þessu. Og við svo bara eftir að vera búin að vera eitthvað að leika okkur í 3 mánuði þá bara, stofnum bara Sirkus Íslands og sjáum bara hvað gerist. Fórum í símaskrána og svo fór á þetta einn svona gig, bara mér vantar mann á stultum eftir mánuð, þá bara, kann ykkur að labba á stultum? Bara, nei, heldur getur ekki lært það á 1 mánuði? Jú, þú veist, þannig að þannig í rauninni byrjaði þetta. Þú veist, það komu svona fyrirspurnir sem við þurftum að setja okkur svolítið inn í. Núna erum við hátt í 30 manns, erum á þessu ferðalagi, við erum með sirkusskóla í Reykjavík, yfir vetratíman eru 10 manns sem að vinna við sirkusinn full time og þá þetta svona, þú veist, koktelbúða, koktelbúða skemmtiatrið og svo leiðis. En þetta og núna eigum við þetta tjald sem við söfnum í fyrra haust og já, þannig að það komin sirkusframtíð. Það eru 3 okkar að læra í sirkuslistaháskóla í Hollandi. Og já, þannig að þetta bara allt að gera. Svona þarf þetta að læra til að vera þessi fjöllistamæður? Já, þú veist, en mjög margir okkar hafa lært bara svolítið sjálfur. Unnur Marja, hún vann sem götulistakona í Suður Ameríku í mörg ár. Við erum með mikið af fólki sem kemur úr leiklist, mikið af fólki sem kemur úr dansi og svo mikið af fólki sem kemur líka bara úr íþróttaheiminum, kannski hefur slasast og eitthvað svona, ég geti kannski ekki verið í fótboltanum, ég ennþá mjög sterkur samt, kannski að ég geti nýtt líkamlegan kraft í þetta í staðinn. Þannig að það eru ansi margir sem geta verið í sirkus. Já, og þetta svolítið, þetta snýst svolítið mikið sko bara að hætta að vera loftræddur og láta sig hafa það. Já, einmitt. En það rosa mikið að fólk heldur eitthvað svona, já, þetta bara íslensku sirkus, þetta bara eitthvað, hvað, það balansa símaskrám á ennunni? Eitthvað svona, en þetta alveg alvöru. En hvað það að bjóða upp á í sirkusinu? Allt sem að fólk hugsa sirkus nema dýr. Nema dýri? Já. Því við erum ekki vont fólk sem kvelur dýr. Nei, akkurat. En þannig að þú veist, það eru trúar og loftumleikar og allt saman. Þú ert samt sem áður sirkusdrottningin og þú ert nú með svipu. Ég með svipu í fjölskyldusýningunni, já. Og, og svona kynna og leiða sýninguna. Upp á lúkið? Nei, ég læt heyra stíðinni vel. En þeir eru með 3 sýningar núna á sumar á Selfossi. Já, við erum með 3 mismunandi. Við erum með eina sem svona fyrir yngstu börnin, hún styttri og svona ekki alveg eins háspiluð músík og svona svona svolítið verið að kynna sirkus fyrir þessum yngstu. Og svona sem leikskólaldur upp í svona 8-9 ára. Hún klukkutíma og svo erum við með fyrir alla það sem treysta sér að sitja í 2 tíma, þá erum við með stóri fjölskyldunni sýninguna Heima er best. Já.
það sem eru mikil læti Já, já. og svo erum við með fullorðinsýningu sem heitir Skynsemi sem er sýnd á föstudagskvöld og sunnudagskvöld. Já, og það eru svona örlítið minni búningar og barinn er opinn. Og barinn er opinn, já. Bannaður börnum. Já, hann er alveg bannaður innan 18, sko. Já, og þetta já, það þarf ekki að segja neitt meira. Það er bara aðeins minni búningar og það er hérna... Já, og svona, fólk er hvatt til að mæta með opinn huga. Þetta er ekki alveg, og ekki kannski, þetta er ekki alveg fyrir tepru, en það er mjög gaman að taka tepruvinni sína með sér. Já. Mjög gaman. Og fyrir þá sem... Sjá það engjast. Fyrir þá sem, já, nákvæmlega. En það er ekki þannig sé þegar að maður heyrir, fullorðinsýning, 18 ára aldurstakmark. Já. Það er ábyggilega margir sem dettur það í huga. Ok, það er eitthvað svona klám með eitthvað. Já, hér er það þannig og á Akureyri var fólk eitthvað svona, er þetta svona hryllingssýning? Þannig að það er rosa mismunandi eftir. Já, fyrir eftir landslutum. Já, það er ekki klám. Það er ekki hryllingssýning, það er ekki hryllingssýning í sirkus. Jú, þetta er fullt af hryllingssirkusum, Pain Solution í Noregi og fleiri og fleiri. Ok, ég þarf að kynna mér þetta núna. Það sem að fólk er hengt upp á önglum og svona, við erum ekki með svona. En nei, fullorðinsýningin, hún er svona, það er svona fullorðinsbrandarar, það er ekki klám, en það er alveg dónabrandarar. Já. En svo er náttúrulega bara þarna selt áfengi og svona og það náttúrulega er alveg nóg til þess að vera bannabörnum. Já, svona gagnvart sýslumanni, já. Já, nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt. Hvenær... Það er bara fyrsta sýning í dag, 5:00. Já. Heim er best og svo bara alveg keyrsla, allar sýningur, sem er 9 sýningar í allt. Glæsilegt. Og það er þetta að fara inn á cirkus.is til þess að lesa nánar þessar sýningar og svo ætlum við líka að gefa nokkra miða. Já, hérna yfir helgina. Frábært. Margrét Erla, takk fyrir þetta. Þú ert sirkusdrottning. Jú, og þú ert útvarpskonungur. Þakka kærlega fyrir, það verður gaman að sjá þig. Takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.